Heil og sæl, fallega fólk nær og fjær. Föstudagskvöld, föstudagsþátturinn flýgur af stað og eins og venjulega þá komið til mín gott og fallegt fólk til þess að spjalla þessum svona fréttir og hvað fréttnæmt. Ég vona að þessi búin að koma ykkur þægilega fyrir. Það frostaspá helgina, þannig að við skulum bara vera undir teppi. En til mín komin þau Heimir og Birna Baldursdóttir. Heimir Örn Árnason, eða ekki rétt hjá mér? Mikið rétt. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Það þú ert aðeins eftir áætlun, þú ætlar að vera hjá mér fyrir viku. Mér finnst bara gott að opna á því. Já, flott. Já, það þýðir ekkert að senda, viltu koma í föstudagsþáttinn og... Ég veit það. Það var svona stórum stöðum þessi á fimmtudegi, sko. Já, ég veit. En ég var mætt undan föstudaginn fyrir tæpri viku. Og bara spenntur. Já, þú komst ekki og tókst á móti mér. Ég veit það. Ég var pínu miður mín. En bara pínu. En Birna, þú ert formaður IBA þessar myndir. Já, ég tók semst tímabundið við af Óni Geir sem fór að þjálfa. Já. Meistaraflokk Þór og verður þar fram á vor. Þannig að þú stígur upp úr varaformanns stólnum. Já, alla jafna hefur verið varaformaður. Þannig að það var bara heiður að fá þessu ósk og ég tók því. Þessari áskorun. Er það ekki? Og það er heimlikið að gerast á frétta. Þið voruð bara að, það var ekki að koma listi yfir tilnefningar? Við erum búin að tilnefna núna til Íþróttamanns Akureyrar. 10 konur og 10 karla. Vorum að henda því í loftið í morgun. En það er alveg 24 einstaklingar sem fá að kjósa. Hvernig fer það fram? Hverjir með að kjósa? Ég var til dæmis ekki beðinn. Já. Ég er mjög hissa. Það er sem stjórn IBA og svo fræðslu og lýðheilsuráð, þessu sitja þar nefnd. Já. Og svo eru reyndar fjölmiðlar, meðal annars N4. Þannig það er einhver hérna, innan vor, sem fær að segja sína skoðun. Já, hér er klárlega að spila eftir styrkleika þegar ég var ekki beðinn. Það er greinilegt. Þannig að það er í heildina 24 í ár. Ok, já. Og það verður spennandi, þetta er rosalega spennandi. Já. Já, þetta var stórt íþróttaár á Akureyri og blakið var alveg frábært. Sérstaklega stelpurnar í KA. Já. Og KA náttúrulega öðrursætt í Pepsi-deildinni. Já. Og fullt af fólki sem stóð sér bara frábærlega. Fullt af íþróttafólki í allskis íþróttagreinum, þannig að þetta er mjög spennandi. Náttúrulega skautarnir og svo blakið og fótboltinn. Já, bókfimi og hvað? Bókfimi og golf. Já, þarna er ég komin aðeins út í völl. Já, þú komin þarna er ég komin aðeins út í völlin. Bókfimi og golf, lítið þar. Já, ok. Það er náttúrulega stórkostlegt að það sé svona mikil gróska í svona breiðu spektrumi af svona stórt litróf. Algjörlega. Og það er líka hálf ótrúlegt bara eins og að þau myndist á bókfimi. Hversu góðum árangur þau eru að ná með við aðstöðuleysi hérna á Akureyri. Já, ok. Eitthvað sem að þurfti að bæta úr. Það þarf svo sannlega að bæta það og við erum að reyna það. Akkurat. Og ég sé þú að horfa örlítum hornugum þarna til bæjarstjórnar. Það er fundur í næstu viku. Já, það er fundur í næstu viku. Já. Ok. En undanfarna ár hefur náttúrulega verið gríðarlegur gangur í handboltanum og talandi um handboltan. Og eins og þú sagðir, þú 50 dagur og föstudagsþátturinn tekinn upp á 50 degi. Við erum hér núna á 50 degi, þannig við getum ekki sagt hvernig upphafsleikur Íslands á HM hefur farið, þess að hann er ekki búinn að fara fram. Ég veit hvernig hann fer, það er sigur. Það er sigur? Já. Ok, með hvað mörgum mörgum? 3. 3 mörgum, ok, Heimir? Já, ég sagði 3 án, ég ætla að breyta að við vinnum bara með 1. Að við vinnum 1? Síðustu sekúndunni. Já, ok. Og það verður Óðinn Þór sem skorar úrslitamarkið, síðustu sekúndunni. Já, þú verður á hann? Já. Ok. Hann er þetta ekki tekið upp? Þetta er tekið upp og bara sem þetta spila þá ætlum að segja bara undir, þú veist, leikurinn fór svona. 30-29. Já, ok, 30-29. Já, skemmtilegt. Geggjað. Ég til í bæðisúrslit, bara eins og Portúgalar hafa verið erfiðir við okkur. Já. Ofta á mótum, sko. Já, þess ber að geta að besti leikmaður þeirra er einungis 17 ára gamall. 17? Já, hann er örfendur. Ég ætla að fólk mun örugglega sjá hann spila í kvöld, sko. Þú sér það, hvað menn geta orðið mismunandi gamlir, sko. Okkar besti maður Aron Pálma 32 og þessi er 17. Já, hann á 15, hann er, Aron næstu helmingi eldri en hann. Næstu því. Holy. Það er allt hægt í þessu. Þetta er rosalegt. Maður hefur séð í fótboltanum, þetta er ekki algengt í handboltanum. Nei, það voru nokkrir þarna. Garabadic og Arnór Alla og svona. Já. Ekki margir. Ekki margir. Ok, eru þið spennt fyrir HM? Eru þið bjartsýn á gengið?
Já, ég svo sem er ekkert rosalega mikið inn í handbolta en ég horfi þegar ég get. Já. En ég tek mér ekki tíma frá til þess að horfa, ég verð að viðurkenna það. Nei, þú skrópar ekki annar staðar? Nei. Nei, ok. Ég hugsa að Heimir gerir það sem. Já, það má alveg vara fólk við að dagsformið svo kallað sem að Birna þekkir nú íþróttum í gamla daga, það skiptir svo miklu máli og hitt liðið mjög gott Portúgal, þannig að við vitum ekki hvernig fer eins og móti Ungverjalandi. Þannig að fólk vil tótið gleyma væntingarnir eru bara hérna sko, við getum orðið í 3. seti, við getum líka orðið í 12. sko, sem er bara eðlilegt sko. Algjörlega, þetta er nefnilega sko, þetta er allt sem að sýndu ekki gefinu, við erum mjög erfiðum riðli og svo snýst þetta svo mikið þú veist, smellum við eða ekki, ég meina kikkar, þú veist, Viktor inn og svo framvegis, ég meina ef hann fyrir að sýna það sem hann sýnir á félagsliðinu sínu, þá eru við góðum málum. Þú sagðist ekkert vitt þetta, þú veitir Viktor og hann er í Nancy frá Fraklandi. Nei, ég tala bogfimi bogfimi og golf, þar eru útivelli. En mér finnst gaman að handbolta. Já, aksjóníþrótt. Það er aksjóníþrótt. Og svo náttúrulega þetta kemur á hverju ári EM og HM og bjargar geðheilsunni á nýja árið. Þau okkur sem að flykkjust ekki í ræktina. Verður vörfið, eru áramótaheitin að kikka inn núna hjá fólki? Já. Ég er einkaþjálfari líka, þannig að ég sé alveg nýja andlit núna á stöðinni. Okay. Sem er bara gott og blessað, sko. Dásamlegt. En það er auðvitað mikilvægt líka að byrja ekki á geist. Já. Taka litlu skrefin. Já. Og segir það við fólk? Já, ég reyni það. Okay. Auðvitað, þú veist, þetta er bara þín leið, gerðna þínu og það er svo margt sem það er að huga að, ekki gera alltaf marga breytingar í einu, hvort sem það er í mataræði eða hreyfingu. Já. Svefnvenju með öðru, sko. Já, ég meina, ef maður ætlar að breyta heiminum í einu, gefst maður ekki bara upp? Oftast er það er að fyrsta sem við gerum, það er að gefast upp. Já. Þannig að En það er líka gott samt að muna að það er alltaf í lagi, þú veist, ok, þú ætlar að gera eitthvað og það klikkar eitthvað pínu, þú þarft ekki að henda allir áætlinu út um gluggann. Alls ekki nefnilega, það er nefnilega máli. Og svo líka, fólk veit alveg hvað það er að gera. Já. Þannig að haltu bara striki, þó að þú bakkir aðeins. Ok. Ég held að mig ekki gleyma líka að Akureyri er sko einstakt bara við að taka svona áramótaheit og svoleiðis. Þú getur farið sko gönguskíði, ræktina, fjallið, þú getur gert nánast bara hvað sem er sko. En það er líka mikilvægt bara að taka hreyfingu alls konar, búa til alls konar dæmi. Já. Ekki bara einhliða eitthvað. Nei, það er númer 1 og 3, þú verður að finna eitthvað sem þú heldur að þú endist við. Eitthvað sem er skemmtilegt, taktu félag eða vinkonu með þér, búið til hópa í kringum þetta og gerðu smá plan. Og notið endilega nú lýðheilsukortið sem Já, að að gera. Alveg frábært. Og það er enda góður punktur. Búin að heyra ótrúlega mikið af fólki sem er ánægt með þetta. Mjög góður punktur. Þetta er líka bara brilljant hvatning til þess að þú veist, allir geti gert þetta. Já. Þetta er mjög mikilvægt framtak. Já, fjalli, skautar og sund. Þetta er alveg, það geta allir farið í fjalli, sund eða skauta. Þú finnur alltaf eitthvað þitt við hæfi, sko. Nákvæmlega. Nákvæmlega, þetta er allt spektrumi, sko. Já. En sko, nú, eitt samt í, hvað þetta var, það er eitt varðandi HM og það er að ég tók eftir í að, ég er með spurningu, eigið þið góðar dýnur í rúminu ykkar? Góðar dýnur? Já. Já, ég vona það, maður sefur hana. Já. Það er nefnilega, sko, það er ég held hún heiti Sleepy. Já, ég sá þetta. Sástu þetta? Já, ég sá þetta. Það er Segðu mér meira. Það er svona búð sem að sérhæfis í sölu á rúmdýnum og þessar. Íþróttafólk, þeir státu sig að því að íþróttafólk sofi mikið á þeirra dýnum. Ef þeir sem að versla dýnur að meðana á HM stendur, eða hvaða vöru sem fá þær endurgreiddar ef að Ísland lendir á velunapall. Nei, það var ekki bara undanúrslit. Nei, ég held að sé... Það var vel top 3. Ég held að sé top 3, sko. Eða undan, það var annarkvort. Ég heyrði þessu auglýsingu í gær. Já. Mér finnst það mjög, þeir hljóta vera tryggðir. Það líka eitthvað tryggingar. Það getur ekki annað verið, sko. Herðu, ég þarf að skoða þetta. Þið eru að tjekka þessu. Nema þessi beinu sambandi við, sko, læknin hjá landsliðinu. Þú veist alveg að hann og 3 með COVID. Og þessi safe. Ég fannst þið mjög djarfir að gera þetta. Já, ég segi það líka nefnilega. Ég meina, þetta er örugglega einhverja 10 milljónir keyptir dýnum og gerir sér ekki grein fyrir hversu mikið peningur þetta er, en þeir eru mjög djarfir og eru mjög svona góðir með sig. Þetta er flott, við ætlum að styrkja þá.
Þetta er ákveðin markaðsend. Þetta er, sjálfsögðu þetta markaðstíð, menn við varum ekki að tala um hérna búðina Sleepy núna nema bara út af þessu. Akkurat. Þannig að hérna, ég er mjög ánægður með þetta. Ég er aðeins farin að ýta svona í dýrunum. Já, mín dýna er þetta gömul, sko. Það er spurning að fara að skipta, sko. Við sjáum til. Horfum á fyrsta leiki núna og átökum hvernig formið er á þeim og Já, það verður spennandi að sjá leikinn í kvöld. Tökum svo ákvörðun það hvort við komum okkur nýja dýrun Já, akkurat. Já. Herðu, dásamlega. Herðu, hjartans þakkir fyrir komuna og spjallið. Takk sem leiðis. Takk sem leiðis. Og það held ég. Á hverju sofum við eftir mánuð? Það er spennandi. Við sjáumst handa við auglýsingar.